Já, komið þið sæl aftur. Þá Brynjar Karl farinn og maður situr hér eftir sem óbreyttur liðsmaður. Allavega ekki búið að reka mann út af ennþá. En þetta síðasta viðtalið sem að ég tek fyrir ykkur, kæru hlustundur og áhorfendur, í þessu mikla maraþoni. Og ég verð nú að viðurkenna það fyrir ykkur að ég hlakka svolítið til. Að koma heim, fara undir sæng, ég eiginlega sé bara rúmið mitt í hillingum. En góður gestur kominn að rauðaborðinu, einn margra. Hún komin hingað að norðan frá Akureyri. Það verið að tala hvort að stefni í það að Eyjafjörður verði eyðilagður og gesturinn heitir Harpa Barkardóttir. Þú ert stjórnarkona í samtökum náttúruvernd á Norðurlandi, ekki satt? Það passar. Já, vertu velkomin til okkar. Takk kærlega og takk fyrir boðið. Gaman að fá að koma. Bara virkilega gaman að fá þig. Ég hef fylgst með umræðu núna síðustu daga sem tengist hugsanlegu sjókvíaeldi í Eyjafirði. Já. Og mér var hugsað til þess að þú kannski veist það að ég var sjálfur fréttamaður á Akureyri í 25 ár. Vann fyrir báðar sjónvarpsstöðvarnar og svo framvegis og ég var hér á árum áður, allt frá 96 og þangað til nýlega, þá var ég ofta að gera fréttir stóriðju, ekki stóriðju, mengandi iðnað eða ekki iðnað, hver framtíð Eyjafjarðar, landbúnaðar hérað, matvæla hérað og þetta sem að þú hefur verið að tala núna. Mér heyrist ég kannski verið að fara að taka viðtal við þig. Nei, alls ekki, en ég kem ekki alveg blankur að þessu máli. Nei, það bara gott. Og þegar, sem sagt, ég heyri þig segja að það sé raunverulegur möguleiki að sjókvíaeldi muni eiga sér stað í Eyjafirði, þá það mjög á skjön við fyrri tíðar umræðu. Einu sinni var stóriðju umræða í Eyjafirði, Disnes, það var talað það og fleiri og eitthvað svoleiðis, en svo komu bara einhverjir pólitíkur sem að ýttu þessu út á borðinu, þannig að það sem að þú svolítið hefur verið að tala núna kemur okkur á óvart. En við skulum byrja á byrjuninni. Hvenær heyrðir þú af því að það gæti verið að sjókvíaeldi yrði í Eyjafirði? Sko það náttúrulega búin að vera áform sjókvíaeldi í Eyjafirði, ég veit ekki hvað langan tíma, en fyrir 5 árum síðan þá var þessu ítt svona snirtilega út af borðinu þegar að bæjarráð á Akureyri ályktaði eða skoraði á ráðherra að friða Eyjafjörð fyrir sjókvíaeldi. En það eru auðvitað alltaf fyrirtæki sem hafa augastað á öllum fjörðum á Íslandi núna þegar búið að gefa þetta svona skotleyfi á þennan iðnað á Íslandi. Þannig að ég held bara, ég var voða fegin og það var svona frekar afdráttarlaus afstaða og svona, það var svolítið svona skýr skilaboð, við viljum ekki þennan iðnað í Eyjafjörð. Og þau virtust nokkuð samstæð, þessi skilaboð. Og svona búið að ná sáttinni hérna, það ekki? Já, algjörlega. Þannig að þetta kom okkur mjög opna skjöldu þegar við heyriðum fréttum af því að atvinnuvegaráðherra hafi talað það á ráðstefnu Hringborðs hafs og eldis, held ég að heiti, í samstarfi við Arion banka, að þá hafi hún látið þau orð falla að hún myndi setja það að staðláta Hafrannsóknastofnun framkvæma burðarþolsmat fyrir Eyjafjörð. Og þá fyrir einhver bolt að rúlla hjá okkur, við fyrir að tala saman, svona hópar sem að hafa áhyggjur af þessu og það gert þetta lögfræði álit, þannig að svona við öðlumst þann skilning á málinu að ef að þessi bolti rúllar að stað, þá verður ekkert stoppað. Ef að verður farið í burðarþolsmat, að þá verður bara farið í þá verður bara farið í leyfisveitingar og það bara lítið sem að sveitarfélögin eða þau svona samkvæmt þessu lögfræði áliti að þá ekki ráðrúm fyrir sveitarfélögin til að hafa einhver raunveruleg áhrif á framhaldið í raun og veru. Þannig að mögulega gæti verið algjöra kúvendingu að ræða. Já, það myndi ég segja. Og við erum svo hissa á þessu því að eða ég allavega persónulega á þeirri skoðun, mér finnst þetta bara vera svona, mér finnst þetta eiginlega vera bara svona no-brainer að við eigum ekki að taka upp sjókvíaeldi í Eyjafirði. Það bara blómstrandi ferðaþjónusta, ég bý við fjörðinn og það iðandi líf á þessum firði allan daginn, alla daga, hvort sem það eru smábáta, sjómenn eða hvalaskoðunarfyrirtæki. Þessi fjörður algjörlega einstakur ásamt Skjálfanda
sem áfangastæður fyrir hvalaskoðun á heimsvísu. Heldur betur. Og það bara alls konar spennandi ferðaþjónustu sko tækifæri sem hafa verið að byggjast upp. Við erum að miða við að markasetja Akureyrarflugvöll meir og meir fyrir millilandaflug og mér finnst mikilvægt að við höfum það í huga sko þessi ferðamenn sem að sækja landið heim, þeir eru yfirleitt svona kannski hafa meira á milli handana, þetta menntað fólk og sem kannski vakandi fyrir þjóðfélagsumræðu og það ábúðslega neikvæður orðstýr sem fer af sjókvíaeldi, bara í heiminum allstaðar. Þannig að þetta yrði að mínu mati til að sverta ímynd bara Norðurland sem áfangastaðar í ferðamennsku, í ferðaþjónustu. Annað sem ég veist áhugavert að sko, það svona því stundu borið við til dæmis á Vestfjörðum að þar hafi fasteignaverðmæti íbúa verið orðið mjög lágt og við það að bústa upp þennan iðnað þar sem einmitt eins og þú segir, allir eru sammála að hefur í för með sér mjög marga ágalla en hérna við það búst upp þennan iðnað þar hafi mönnum tekist að blása lífi í deyjandi byggðir og eitthvað svoleiðis. Það náttúrulega ekkert líkt með byggða aðstæðum í Eyjafirði og allavega á Vestfjörðum þar sem sjókvíaeldið hefur verið. Nei, sko það alveg rétt að þetta auðvitað atvinnuuppbygging og en ég myndi segja í Eyjafirði að þar erum við bara með sterkar byggðir. Við erum með sterk og rótgróin fyrirtæki sem að ganga vel og það bara og líka þér að segja, ég veit ekki hvort þú varst vissir af því en það á skipulagslýsingu til líka áform sko risastórt landeldi í Eyjafirði. Alveg 20.000 tonna landeldi. Já, hvert viðþorðið gagnvart því? Má ég koma í annan þátt? Ég búin að vera með hausinn á kafi bara í sjókvíaeldinu. Við setjum okkur svona almennt í setjum við okkur ekki upp á móti landeldi en ég myndi svona persónulega, nú hef ég ekki rætt þetta við stjórn, en persónulega myndi ég setja spurningamerki við stærðagráðuna. Því að mér finnst erfitt að horfa upp á það ef við ætlum að fara í atvinnu skapandi að fara í atvinnusköpun bara að þegar þú kemur með eitthvað svona risastórt inn, þá það auðvitað mjög freistandi að fá það inn allt í einu og mörg störf en ef að það gengur illa eða ef að það dettur út á borðinu að þá skilur líka eftir þig sko stærri sár. Þannig að ég til að það sé alltaf sko meiri segla í hagkerfinu að út með fleiri og minni fyrirtæki og mér finnst það vera rökrétt. En það hafa vaknað svona, hvað maður að segja, lögfræðileg álitamál í tengslu til dæmis við rimmu þeirra seiðfirðinga sem að vilja ekki sjókvíaeldi í þeirra Fagrafirði. Þar hefur verið haldin íbúakosning og meiri hluti íbúa sannarlega vill ekki sjókvíaeldi en samt hafa þær verið smeykir að þeir sitji uppi með það. Já, það alveg rétt. Og hér hafa verið sko talsmenn íbúa í Seyðisfirði við þetta rauðaborð og þeir hafa lýst undrun sinni á því að meiri hluti fólksins sem býr þarna, hann hljóta að hafa eitthvað að segja en ég veit ekki hvort niðurstaðan verður svo að vilji fólksins hafa eitthvað að segja. Hvað finnst þér þetta líka? Já, það kannski þess vegna sem að við erum að bregðast við núna vegna þess að áður en að farið verður í burðarþolsmat því að það þannig að sko, haf- og strandsvæðaskipulag til dæmis að burðarþolsmati það trompar það. Það verður að reyna að vinna í gegnum haf- og strandsvæðaskipulag að reyna að hafa áhrif á þetta en burðarþolsmati það trompar haf- og strandsvæðaskipulag. Þetta er spurning, hvað trompar hvað? Hvað trompar hvað, sko. Þannig þess vegna erum við að segja núna verður að bregðast við, núna er tíminn. Núna verðum við að stíga fast til jarðar og ná þessu almennilega inn í umræðuna þannig að fólkið sem lifir og starfar í Eyjafirði hafi ráðrúm til að mynda sér skoðun og hafa áhrif á gangi mála. Því að sko, nú hef ég náttúrulega ekkert heyrt frá atvinnuvegaráðherra aftur málið en ég á bara erfitt með að trúa því að þessi bolti rúlli að stað og bara einhverjum sér í lagi núna þegar að nýtt frumvarp, lagafrumvarp fiskeldi á leiðinni
að mér skilst inn í samráðsgátt bara í næsta mánuði og gæti verið tilbúið í haust, þannig ég vona að það bara að það rói sig allir í bili og bíði eftir því, og svo líka verið að vinna með nýtt það sem kallast áhættumat erfðablöndunar og það trompar burðarþolsmat, þannig að það er eitthvað sem að við erum líka að bíða eftir og verði forvitnilegt að sjá hvernig kemur út. Það sem þetta er eitthvað sem að Hafrannsóknastofnun framkvæmir og svo núna þegar var orðið stóra slysasleppingar fyrir vestan 82.000 fiskar eða eitthvað 21 og svo einhverju 1023 að þá kolfellur þetta áhættumat erfðablöndur. Það gengur út á að sýna hversu mikinn lífmassa af laxi er hægt að ala án þess að taka áhættu á erfðablöndun við villta laxastofna. Ég bara vek athygli á því, ég klæddi í lit villta íslenska laxins í tilefni dagsins. Þú ert laxa Ég er laxableik. Já, ég er nefnilega litblindur sjálfur en Ertu litblindur, já. Okay. Ég er sem klædd í laxableik. Ég tek það fram að ég hef aldrei stundað laxveiði eða neitt slíkt en er ötult talskona þess að við eigum að standa vörð villtar dýrategundir. Já, þessi peysa ferðar mjög vel. Já, takk. Auk þess að vera viðeigandi inn í okkar umræðefni. En kemur einn viðkvæm spurning. Treystirðu stofnunum ríkisins til þess að taka á svona stórum hagsmunamálum þar sem gríðarlegir peningar eru undir mikill þrýstingur? Þú hefur heyrt Katrínu Oddsdóttur, hvernig hún hefur rætt stöðuna fyrir vestan og víðar. Hún hefur komið að Rauðaborðinu og haldið eldræður. Ég vitnaði til hennar í spillingarsögunni Besti vinur Aðal. Já. Og hvar stendur hugurðinn í þessu samhengi? Fyrsta lagi bara að segja Guði sé lof fyrir konur eins og Katrínu bara kúdóst til hennar og þegar heilsa kæri vinkonu nei, ég treysti þeim ekki. Þetta er bara, við erum bara búin að standa í svona Klondike ástandi, gullgrafara ástandi, þar sem að greinin tífaldast á 7 árum og bara kom berlega í ljós í þessari skýrslu sem að Ríkisendurskoðun gaf út 23 að menn réð ekki neitt við neitt. Og eftirlit og bara ég kann kannski ekki alveg nákvæmlega vitna í hlutinu og skilja og kannski ekki alveg á dýftina eins og Katrín myndi gera en nei, einfalda svarið við spurningunni nei, ég treysti ekki stjórnvöldum til þess eins og en það er auðvitað nýtt lagafrumvarp í bígerð og getum auðvitað vonað að það standi eitthvað til bóta og eflaust gerir það. Fólk er náttúrulega bara að ráða fólk er að eiga við eða etja við eitthvað risavaxið dæmi sem að kemur bara inn í okkar firði sem að vex bara miklu hraðar heldur en við ráðum við. Og þetta mál fer allt heldur illa á stað fyrrum forseti Alþingis, öflugur þingmaður Einar K. Guðfinnsson, maður sem er sérfræðingur í diplomatíu. Hann er á sínu tíma í rauninni sendur vestur og firði til þess að lobbyast í þessu máli og mjög snemma verða svona tengsl á milli stjórnmála valds og atvinnulífs og þeirra sem að vilja þennan iðnað. Og við höfum orðið vitni að linkind íslenskra stofnana þegar kemur að slysasleppingum og öðru slíku. Það er eins og enginn sé að hugsa neitt nema einhverja peninga. Og ég skil það í ákveðnu samhengi, í ákveðinni neyð, en ég skil þetta ekki í Eyjafirði. Vegna þess að ég er algjörlega sammála með það að Eyjafjörður er bara ekki rétti staðurinn fyrir þetta. Nei, þarna erum við bara alveg hjartanlega sammála. Ég sem náttúruverndarkona vil ekki sjá sjókvíaeldi í neinum firði, en ef við erum að taka umræðina á svona bara meira þjóðfélagslegu leveli að þá finnst mér þetta bara skjóta mjög skökku við. Og ég veit að það er mikil andstaða og sérstaklega hjá fyrirtækjunum sem að starfa í firðinum og það var það var gerð könnun í haust, ég veit ekki hvort þú heyrðir af henni, það var rannsóknarstofa Háskólans og Akureyri sem gerði könnun á viðhorfi í sveitarfélögum við Eyjafjörð og Þingeyjarsýslum til
sjókvíeldis á Norðurlandi og það var mjög afgerandi afstæða þar að þar eru 60% sem eru neikvæð eða frekar neikvæð. Það eru 30% sem svara hvorki né og 10% sem svara jákvæð eða frekar jákvæð. Þannig að þetta er bara Þú getur vitnað til þess að einungis 10% íbúa séu samkvæmt þessari könnun jákvæð eða mjög jákvæð. Já. Það er ansi lágt hlutfall. Það er ansi lágt hlutfall, já. Þannig að við stefnum bara keik inn í þessa baráttu núna því að við höfum breytt bak. Við höfum meiri hlutan á bak við okkur. Það er 2/3 þjóðarinnar sem hafa líka neikvæð afstöðu gagnvart sjókvíaeldi og bara ágætt líka nefna að 80% kjósenda atvinnuvegaráðherra hafa neikvæð afstöðu gagnvart sjókvíaeldi. Þannig að aftur, bara það er einhvern veginn sama í hvaða horn maður lítur, þetta er alltaf einhvers konar no-brainer, bara en mér langar bara að taka það fram að ég ber fulla virðingu fyrir fólki sem að vill stuðla atvinnu uppbyggingu á landsbyggðinu og það er auðvitað gríðarlega mikilvægt að horfa til þess og en bara ekki í formi sjókvíaeldis. Hefur kvisast út hvaða laxeldisfyrirtæki væru myndu sækja það fastast að fá að komast að? Já, það eru Kleifar sem eru á Ólafsfirði sem að vilja fara í byggja upp seiðaeldi á Siglufirði, landeldi í Ólafsfirði og svo sjókvíaeldi í Eyjafirði. Það sem aðstæður til þess eru góðar en það er mjög mikilvægt að við áttum okkur á því líka í umræðinu. Ef að boltinn rúllar af stað það verður farið að meta burðarþol í Eyjafirði, það verður opnað fyrir leyfisveitingar og það er bara útboð. Og það er ekkert gulltryggt að Kleifar fái leyfin. Það getur þess vegna geta komið fyrirtæki sem eru með meiri reynslu og meira fjármagn inn og bara fengið þessi leyfi. Fyrirtæki eins og Arnarlax eða Arctic Fish sem eru norsk eða sem með norsk móðurfélög sem eru Mói og Salmax. Og fyrirtæki eins og Samherji að brjóta sér land á Reykjanesi, þeir stefna að stórfelldu landeldi þar. Já. Veistu eitthvað af því að höfuðstöðvar Samherja á Akureyri, veistu eitthvað hvert viðhorf Samherja til sjókvíaeldis í Eyjafirði? Nei, ég hef ekki kynnt mér það. Nei. En það væri kannski þess verið að kanna það. Já. Vissulega. Heyrði ég þig segja einhverju viðtali eða var það einhver annar sem að ræti bara eyðileggingu Eyjafjarðar í þessu samhengi? Nei, ég hugsa að ég hafi nú ekki tekið þannig til orða, þannig að ég veit ekki alveg. Hafi verið einhver annar? Já, mögulega. En maður hefur verið að heyra í fólki núna sem að tekur mjög stórt upp í sig hvað varðar framtíð Eyjafjarðar. Já, og fólk hefur sterkar skoðanir á þessu. Þess vegna finnst mér svo agalegt ef við ætlum að fara út í þennan debatt aftur að þetta eru svo ofboðslega andstæðar skoðanir og ofboðslega það er mikil hiti í fólki varðandi máli þannig að þetta verður svo erfitt verkefni fyrir samfélagi. Þess að svona mál það klífur samfélagi herðar niður og verður bara erfitt að etja við. Þannig að ég vona bara að við setjum okkur allavega það markmið í sunn að kæfa þetta í fæðingu bara að kveða þetta í kútinn eins og ég segi og reyna að ná fram eins mikið af upplýstri umræðu máli og við getum þannig að fólk hafi tækifæri til að kynna sér það. Við erum aðeins að vinna í því í augnablikinu við hjá Sunn ætlum að setja upplýsingarinn á heimasíðun okkar en það er ekki komið ennþá. Ertu í hópi þeirra harpa sem að telja að lögheimili umhverfisumræðu sé bara horfið, það sé bara búið að þurrka það út úr sölum Alþingis eftir síðustu þingkostningar að umhverfisvernd og náttúruvernd og eigi sér bara engan opinberan málsvaran núna inn á Alþingi. Já, þetta er auðvitað ekki gott mál. Við erum að horfa á umhverfisráðherra sem að ítrekka segist ekki trúa á því hafi ekki trúa á því að loftslagsmál og hagvöxtur haldist í hendur að trúir ekki á hugtak sem við kallum á ensku degrowth sem að ég persónulega trú á. Við verðum að minnka neysluna ef við ætlum að lifa með auðlindum sem eru endanlegar. Þannig að já, ég hef miklar ágjörð af því. Og það munar Vinstri græna eða hvað, þeir séu farnir á þingi?
Píratar voru líka töluvert mikið með umhverfisvernd líka farnir. Já. Við vonandi náum að snúa þessu við í næstu kosningum bara. Já, einmitt. Já. En Harpa, ég þakka þér kærlega fyrir að gefa þér tíma hér í heimsókn þinni sunnan heiða til að líta við hjá okkur á samstöðinni. Já, þakka þér bara öllu heldur fyrir að bjóða mér og gaman að fá að koma. Endilega vertu í sambandi við okkur og við skulum fylgjast áfram með þessu máli. Já, ég skal bara láta ykkur vita ef eitthvað að frétta. Gangi ykkur vel. Og þið muni heyra frá okkur. Takk fyrir, gangi ykkur vel. Takk. Og þá sem sagt minni vakt lokið. Fyrir ykkur, kæru hlustendur og áhorfendur, ég ætla að segja bless og ég ætla að fara upp í rúm og ég ætla að fara að leggja mig, en það ennþá eftir nokkrar klukkustundir af þessu marathóni okkar sem að ég ekki betur en að gengi mjög vel í söfnunarlegu tilliti áðan. Gunnar Smári satt hér við rauðaborðið áðan og taldi upp ótal nýja áskrifendur, og ef þú hefur ekki látið verða af því að verða áskrifandi en hefur lengi hugleitt það, þá ekki eftir neina að bíða. Það bara inn á samstöðin.is og flipi þar sem ástendur áskrift, haka við og fyrir aðeins 2750 þá getur þú stoltur veifað eignaraðild að Alþýðufélaginu sem á samstöðina, það gerir hann út. En hér á eftir að ég held Sigurður Gylfi Magnússon, sagnfræðingur og prófessor í HÍ, og Tinna Laufey Ásgeirsdóttir, hagfræðingur og prófessor einnig. Ég held að þau séu næst á dagskrá. Við fáum annarkvort auglýsingar eða stutt viðtal sem við höfum verið að taka við fólk út í bæ. En ég þakka kærlega fyrir mig á þessari vakt. Hafið það gott. Verið sæl í bili. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum.